heiti Elsa Ég heiti Jónni og við erum Sögukastið. Þáttur númer 5 Verið velkomin. Mér finnst magnað hvað við erum búin að gera mikið. Mér finnst við mögnuð. Mér finnst mögnað, já. Ég varst að hlustendur eru sammála en það er annar mál. Við ætlum að vonumst Við vonumst, já. til þess að hlustendur séu sammála. Ég bara, já. Ef ekki, þá er það bara þín skoðun, skilur. Og bara... Ég elskar hvað hljómar ekkert betur. En ég meina, við vitum alveg að við erum alveg alls ekkert allra. Nei, og alls ekki. Og það er bara þannig. Það er bara þannig. Og... maður getur ekki verið allra. Nei. Það er En ekkert við erum- allir sem er að fara að fíla lúðaskapin í okkur eina. Nei, en við erum allavega mjög þakklátt fyrir þau öll sem hlusta. Já, the real fans. Já. Lúðan okkar. Já, lúðanir. Það er lúðanir sem er að hlusta. Ef þið er ekki sátt með lúðar, þá hafið ekkert að segja það. Tímir, við höfum bara hákað það núna. Já. Já, en hvað segirðu? Ertu ekki bara fersk? Jú. Helviti góð? Já. Já, geggja. Bara nóg að gera í fluffináminu. Já, ég skil það vel. Nóg að gera þar. Hvað? Það eru 2 vikur eftir. 2 vikur eftir, já. Eða svona, það eru 2 vikur. Ish. Ég er búinn. Já. En svo eru aðeins lengra svo í útskrift. Já, en eins og vanlega, þá langar mér að byrja einnig spurning. Ok, gott með það. Þetta er pínu svipað eins og spurningin úr þættinum undan, en sem sagt, þeir ríða giftast drepa. Ég er stressuð. Ok. Og ég er að fara að velja nokkra sem þú myndi eiga erfitt með. Ok, mér finnst það frekar ljótt. Ég veit. Ok. Þetta er náttúrulega allt kallkyns út af þegar þú ert gagnkynhneigð. Já. En þetta er Georg VII, Ok. Tsar Nikolás II Ok. og Lúðvík XVI. Mér alltaf langar ekki að drepa neitt með þeim. Nei, einmitt. Ég vissi að þetta er erfitt fyrir þig, sko. Út af því að þeir eru allir ákveðin hjartastað. Nefnilega. Er eitthvað sem þú veist, vilt, að náttúrulega drepa er erfiðasta. Ég veit það. En þú veist, er eitthvað sem þú ert svona yfirbörða, ok, ég vil giftast honum eða... Sko, ég held ég myndi... Sko, ég er með ákveð í hausnum, sko. það? Já. Ok, ég held ég myndi ríða Tsar Nikolás annars. Já. Hann var asnalega myndalegur. Já, hann var það. Það skegg, sko. Það er rosalegt. Þetta er jelly. Já, þetta djóka. Menn að ég hef verið séð það mátt á honum. Það er rosalegt, sko. Þú veist að setja mig í mjög erfiða stöðu hérna. Ég nefnilega, ok, það var nefnilega, núna held ég að ég viti hvernig þetta endi. Ok, en ég skal samt segja, ég held ég sé búin að ákveða. Já. Mér finnst þetta ekki skemmtilegt. Nei, ég veit. Og þetta endurspeglar ekki þær skoðanir sem ég myndi velja í alvörunni. Nei, ég veit. Sko, þá held ég myndi... Oh my god. Ég held ég myndi giftast Georgi. Er það? Ég held einmitt að það væri auðvitað, sko. Ég er rosa að fara fram og tilbaka. Já, ég held að þú myndir vera alveg fyrir Marie Antoinette lífstilinn, sko. Ég veit það. Og þú hefði kannski getað forðað eitthvað frá fallegsinni, skilur. Sko, ég hugsa bara eins mikið eins og ég væri til í að spjalla við hann. Já. En þá var hann svo meðvirkur samt. Já. Þeir sem ekki með vita að ég er ekki meðvirk. Nei. Þannig að það er eiginlega það Já. sem væri þannig, ég efast að ég geti verið gift einhverjum sem væri svona meðvirkur. En þú náttúrulega getið það haft rosalega mikil Já, áhrif á ég veit pólitísku skoðunar. Og þá hefði getað lifað af byltinguna. Mögulega. Ég veit það ekki. Það er ekki hægt að svara. Það var rosa ljótt. Já, ég veit. Georg VII er stabíli, sko. Já. Þannig að, þú veist, ég skil þá á hverju, sko. Og hann var náttúrulega mjög flottur gæi, sko. Já. Mega góðu kongur, sko. Ég veit það. En já, bursið frá að ég er að setja út á læginu, þá bara vaði í þáttinn. Er það ekki bara? Já, búin að koma í pínu út á læginu og ég ætla að gera það aftur. Oh my god. Það er alltaf sama veislan með þig. Já. Eli, það er búið að handtaka páfan. Ekkert dramatískur. Ég veit ekki hvað við talum. Tengist þetta litlum kastrati kóstrákum? Mögulega? Nei, sem betur fyrir ekki. Ekki þetta skipti allan. En þetta er sagan á honum Barnaba Chiaramonti, eða Pius VII. Já. Guðhræddur númer 7. Ok, Það er það sem nafnið þýðir. ég skil. Þann 5. eða 7. júlí 1809, það eru deilur hvort að 5. eða 7. Já, alveg svo trúlóðin okkar. Við erum enn. Já, við erum ekki alveg viss.
Já. Miðjanótt var Píus í sínu engaherbyggi í Quirinal-höll í Róm að vinna og biðja eins og hann var vanur. Það var stillt nótt og andrúmsloftið í borginni mjög rólegt. Napólskir hermenn hertóku allar brýr Tíberánar og Castello Sant'Angelo sem þú þekki kannski úr Angels and Demons myndinni. Heimamenn voru samt ekkert að kippa sér upp við þetta þar sem þetta hefði gert svo oft án þess að það hefði eitthvað verið sérstætt ekki í gangi og þeir horfðu basically á þetta sem svona soft hernám. Rosa, hvað maður að segja, hernaðarlega og svona pólitískt var þetta mjög óstabilt á þessum tíma og svona hlutir voru ekki sjaldséðir. Nei. Franskur hersöðingi að nafninu Radé sendi hermennina sína í litlum hópum að safna saman stutt og Quirinal-höll svo að Rómverjar myndi ekki pæla of mikið í þeim. Þegar komið var á staðinn ríkti alger þögn meðal þeirra á meðan var beðið eftir hinum. Upp úr miðnætti heyrðist fótatak í kringum Monte Cavallo gósbrunnin. Þekktu líka sem Fontana dei Dioscuri. Dioscuri? Hann? Já. Ég mæli með að mapsita sko. Ég hafði allan mjög gaman að sko segja það. Já, það kemur ekki orð. Herliði var að koma sér í stuðu. Á sama tíma var hersöðingi að nafni Mioli að koma mönnum sínum fyrir í görðunum á baku höllina. Svissnesku vörður tók sér reglulega tékk á þakinu, hann kíkti út yfir borgina og hafði ekki hugmynd að það voru rúmlega 150 franskir hermenn í skugganum fyrir neðan. Það er óþægilegt. Getur ímyndað þér? Mér langaði líka ímynda mér. Hvað, veit af 150 rökkum? Nei, ég veit ekki, bara eins og þú veist, það er í svo lúmst myrkvælinn. Já, það er rétt. Það er eitthvað, það verður eitthvað að sinna vinnunum sinni og þú veist ekki að það er bara skriljan manns í einhverjum felum aðna og þú sér það ekki. Á meðan var ennþá kveikt inni hjá páfunum. Hann ennþá bara að vinna eins og ekkert sé. Þeir biðu eftir að vörðurinn væri farin á þakinu og þá letu þeir að skarinu skriða. Fylkingin hans Radé var skipt niður í 3 hópa. Fyrsti hópurinn fór inn glugga herbyggisins. Á fyrstu hæð þar sem þeir vissu að herbyggi verið tómt. Sá hópi var leitur að hersöngja að nafni Siri. Siri? Hey Siri. Hey Siri. Ok, sem betur fyrir fór ekki. Það er svo tífið. Ok, ég skal læta þér flott. Annar hópurinn, leiddur af Mioli, notaði króka og tréstiga til þess að klífa vegginn frá garðinu og sá seinasti með Radé sjálfum í farabróti kleif upp á hús við hliðin á sem hann tengdi við höllina og fór þaðan inn á annari hæð með 40 menn. Já. 2 af stegunum brotnuðu. Ok, ég held í smá stund að þú væri. Já, hvað er í gangi? Er maðurinn að fá heila blóðfallega? Gera smá svona þáttur þessu skilur. Ég var líka svo mikið að ímynda mér alla bara eins og einhverja spætumann. Sko, að sumu leyti þá já, sko. Já, það brotnuðu 2 stigar og nokkri hermenn duttu niður 2 hæðir. Það getur ekki að vera þægilegt. Nei, og það var líka mjög háað samt. Það kviknaði ljós í öllum gluggum. Þagnaskyldan sem ritt í höllinni var ekki lengur virt. Hjálp, landráð. Ég skil samt ekki alveg, þetta gæti hafa verið hvað sem er. Já. Þeir voru ekki búin að sjá neitt, sko. Nei. Og fyrsta sem er stokkjað er landráð. Treason. Já, treason. Líka þetta er ekki Bandaríkin eða Nei, eða Bretland. Þetta er Vatíkani. Já, Nei, ok. þetta er ekki Vatíkani, því að þetta er fyrir utan Vatíkani. Já. En þetta var Rómaveldi. Bjöllunar í heilugu kapellunni byrjuðu að hringja. Öll höllin var á yði. Þetta var ekki jafn leynilegt eins og þeir höfðu vonað. Einn hermannna hljóp í kapelluna og skar á bjölluspátan. Það var ekki lengur verið að klingja bjöllunum yfir alla borgina. Við ekki alla. Já. Pirraður Radé kom að stórri hurð sem leiti inn í kjarna hallarinnar. Þetta var einstaklega þykk hurð að svo virðist því hann hjakkaðist á henni með exi án þess að hafi sést eitthvað á henni. Já, ok. Allt í einu opnaðist hurðin og þar stóð Siri. Þetta hafi verið miklu minna maus fyrir þá að komast inn. Móður og másandi hleypur Radé upp heiðurstegan, eins og hann heitir þarna, inn í anddyri íbúðar páfans. Þar stóðu 40 fulldúðaðir svissneskir verðir. Eitt öflugasta herlið í mannkynssögunni. Þú veist, þetta er bara lífverði páfans. Já. Og eru það ennþá í dag. Þú fokkar ekki til þeim. Nei, þú fokkar ekki til svisslendingunum, sko. Nei. Fyrir framan Radé slepptu þeir atgerunum og lásbögunum. Þeir höfðu fengið skipun að streitast ekki á móti.
Á meðan hermennir voru út alla höll, brjótandi og bramlandi húsgögn hallarinnar, stelandi verðmætum, þá áttaði sigurvegari dagsins, smá seint, að hann var ekki með neina fyrirskipum hvað var það páfann sjálfan. Það er skrítið. Hann hafði ekki hugmynd hvort þeir ættu að hertaka höllina eða að taka páfann úr höllinni og flytja hann eitthvað annað. Hann sendi marskál. Þannig að þeir bara fóru svolítið inn blind. Já, þeir áttu að fara þann inn og dílaði páfann. En nú voru þau komnir inn og bara, hvað nú? Já, þeir fengi aldrei nóg að skýra fyrir skipunum hvað þeir ætti að gera. Þannig að hann sendi marskálk. Marskálk? Já, Marshall? Já, Marshall. Þetta er íslenska orðið yfir Marshall. Já, okay. Mér finnst það við ættum að nota. Bara ekki daglegu tali. Í daglegu tali, já, ég skil. Marskálkur. Ok, já, ef þú líka fara að byrja að nota flatbökur í staðan fyrir pítsur. Nei, það er náttúrulega, það má ekki. Nei, ok. Nei, það er ítalska. Þú fokkar ekki í ítölsku. Það er engin lógík í þessu hjá þér. Það er fullkomið lógík í þessu, ok? Okay. Þú fokkar ekki í ítölskunni. Þú segir ekki bruschetta, þú segir bruschetta. Já. Þú ert búin að búa með mig nógu lengi til að vita þetta. Þú segir gnocchi, ekki gnocchi, ok? Ok. Nú er ég búin að koma þér út af laginu. Já, ef það er eitthvað sem tekum út af laginu, þá er það einhver að bera fram ítölsku vittlust. Það er bara, ok, allt áfram. Hann sendi marskál, eins og ég segi, þetta er ein magnaðasta þýðing sem ég hef heyrt, þannig að mér langar að við notum hana. Til Mjólí með beiðnu leiðsögn, þegar Mjólí var aðalhersöðingin yfir í rauninni hernámuna á Róm. Eftir líklega mjög vandræðilega þögn meðal allra hermanna sinna, þá kemur marskálkurinn aftur með skipun að koma höfuð kristnu kirkjunar út með eða án valdi. Hersöðingin fer upp að íbú páfans og ber fast að áhörðina. Páfinn er búinn að vera lengi á fótum. Einn af kardinálunum, Bartolomeo Pacca, lét hann vita að endalögin á þessu máli voru innan handar. Hann flýtti sér að klæða sig, fór í almennings áhörðindasalinn og settist við skrifborð sitt. Hann var fölur og tekinn í andlitinu af kvíða. Kardinálunir Despuig og Pacca, ég veit ekki hvernig maður á að bera fram Despuig, er þetta Depuy eða er þetta Despuig? Depuig? Já, ég ætla allavega að kalla hann Depuig, því það hljómar svona eins og The Pug. Go for it. Eða ekki? Ok. Ég styð þig ástu mín. Takk fyrir. Kardinálunir Depuig og Pacca settust sikkoru megin við hann og þeir biðu eftir því sem kæmi með kross í hendinni. Hinum megin í salnum komu háir dyngir frá hurðinni. Páfinn bað prest sem var svona eins konar þjónn að kanna málið og basically allir svona eins og butler og valet og footman og allt þetta er allt bara prestar. Er það allt bara prestar? Já, okay. í Vatikanun allavega. Já, ég ætla alltaf að segja að þetta væri eins og í síðasta þætti. Þú veist, þetta er alltaf bara þýtt allt sem þjónn. Nei, þetta er ekki þannig. Hann byði eitthvað eins og stóð í textanum sem sagt vicar, þetta er prestur. Ok, þetta er allt kirkjunar menn. Já, þetta er allt kirkjunar menn. Þú verður að hafa farið í gegnum guðfræðiskóla til þess að þjóna páfanum. Það er bara þannig. Ég segi pass. Ég er góður sko. Hann fór í andarið, hann kallaði á innbrotsmennina hvað þeir vildu og hver þeir væru. Við viljum páfan, öskraði ókunnuga raddir. Ábótinn, annað flott orð, aflæsti hurðina og opnaði hana. Radei arkar inn með exina sína í hendi, másandi og þakinn svita. Það var tekið sérstaklega fram. Hann sér páfan og stoppar, segir mönnum sínum að stíga tilbaka. Hann réttir úr sér, lagar sig og tekur á hann. Hann nálgar skrifborðið á svo nokkrum hermönnum. Hvað viljið mér? Spyr páfinn. Og hversuna komið þið á þessum tíma að trufla mig í mínu híbýli? Skil hann. Heilaðasti faðir, svarar hermaðurinn. Ég kem í nafni franska ríkisins að ítreka við vor heilaga að yfirgefa sín völd. Páfinn svara að hann sé engin valdhafi. Það tilheyrir allt kirkjunni, hann er aðeins stjórnandi þess. Rade segir honum að hann hafi fengið skipun að fjarlæga hann. Í allir hreinskilni, sonur minn, segir páfinn. Þessi skipun færi þér ekki neinar heilagar blessanir. Eru þetta mín verðlaun fyrir mín andúð gagnvart keisaranum og frönsku kirkjunni. Hann streittist ekki gegn þeim og fer að pakka niður nokkrum hlutum. Hann spyr hvort hann fari einn eða fær að taka pakka kardinólu með sér. Sem ég býst við að hafa ekkert verið allt og spenntur yfir því. Nei, ég tímdi með það. Hann spyr Rade síðan hvort blóði hafi verið spillt. Ekki dropa, svarar hann. Páfinn þakka Guði fyrir en er beðinn að flýta sér. Mjólí hefur fengið vakt til að bíða fyrir framan. Hann var hræddur að almenni borgarar færa mótmæla og berjast gegn. Okay. En þetta er búið að vekja alla? Já, þetta er náttúrulega, það var ekki mjög leynilegt. Nei. Hann fer út, páfinn fór niður stigann ásamt Pacca, fram hjá brotnum hurðum og húsgögnum. Hann fer út á Monte Cavallo torgið þar sem fullt af napólskum hermönnum standa hreyfingarlausir. Hann blessar þá alla og fer inn í vagnin ásamt Pacca.
Ratti sest við hliðina á ökumannum, einstaklega sáttu með velhefnað aðgerð, klukkan 4 morgun þegar þeir aka í burtu. Það er rosa snemmt. Já, það er rosa snemmt. Ok, þú ert líklega búin að vera að velta fyrir hvað var í gangi, af hverju þetta gerðist og hver var þessi keisari sem við vorum að tala um. Já. Hvað fordæmdan og af hverju óskurum gerðist þetta? Mikið af spurningum, ég skil. Umtalaði keisarinn var Napoleon Bonaparte sjálfur. Sjálfkringdi keisarinn. Þetta var þetta ekki 1800? Og 9. Þetta var 1809, ok. Það fannst þess að það hefði verið 1890. Nei. Það var þess að grunna með að þetta verið Napoleon. Þriðji. Já. Nei, hann var líka farin á þeim tíma. Það var engin Napoleon við völd á þeim tíma að minni. En allavega. Já, þetta er, þú veist, Napoleon sjálfur, upprunalegi. Já. Hersöðinginn og elskuinn, bara þessi miklu maður. Þeir Pius og Napoleon höfðu ekki alltaf verið á bestu nótum í gegnum tíðinum. Frakkland tók við yfir Ítalíu 1797 með byltingarhernum og færðu þáverandi páfa Pius VII með valdi til Frakklands. Við erum á Pius VII núna, eða ekki? Jú, en sem sagt, og ég mitt fyndið að Pius VII er ekki fyrsti páfinn til þess að vera handtekinn af frökkum, sem er... Líka að þessu frakkar, ég haldi frekar englendingar. Já, nefnilega, sko, en náttúrulega ég skila líka og þetta er bara Frakklandi við hliðina, náttúrulega. Já, ég veit það, en ég er bara svona meira með út af bífinu milli 100%. Kaþólsku kirkjunnar og ensku kirkjunnar. En það var bíf milli frönsku kirkjunnar líka, sko. Já, ég veit það, en svona, það var samt ekki alveg jafn dramatískt. Býttu bara. Okay. Það er nefnilega einmitt Pius VII, hann dó 1799, en þá í haldi Frakka. Þá komið tími á nýjan páfa og var ráðuneyti páfadæmis samansafnað í Feneyjum fyrir utan umráðsvæði Frakka. Þá kosi nýji páfinn, kardinállega nafni Barnaba Chiaramonti, sem satt sem biskup í Imola á þeim tíma, sem var lítill bær fyrir sunnan Bologna og er í rauninni lítið þekktur í dag fyrir utan Formúlu 1 gengi. Það er sem sagt einhver braut þar sem er ágætlega þekkt. Chiaramonti gekk í stöðu páfa 21. mars 1800 með nafnið Pius VII. Hann sýndi strax sterkan karakter. Fyrsta sem hann gerði sem páfi var að stöðva innlimun Bologna, Ferrara, Imola og Ravenna af austurríska keisarunum og að færa hið heilaga sæti aftur til Rómar. Okay. Þar sem það hefði verið tekið í burtu í rauninni út af frönsku innrásinni. Já. Hann síðan fór beint í það að bæta samband Vatikansins við Frakkland með því að skrifa undir samning sem tryggði rétt allra til tilbeiðslu og koma lögsögu páfans aftur yfir kirkju Frakklands sem hafði horfið í byltingunni. Napoleon vissi að svona samningur myndi hafa með sér í för ákveðnar pólitískar afleiðingar. Hann vissi mikilvægi þess að hafa eitt heilaga sæti á sínu bandi. Aftur á móti, eftir byltinguna þá voru ekki allir mjög sátti með þessi afskipti að hálfu páfadæmis. Ég skil það mjög vel. Já, það var verið að segja að hann hafi bara viljað halda starfinu, ekkert annað, með því að gera þennan samning við Frakkana. Já. Þetta sem sagt vopnahlé innan gæsalappa endist ekki lengi samt sem aður. Árið 1802 lýsti Napoleon því yfir að franska kirkjan heyrði einungis undir ríkinu. Ekki páfadæmi. Síðan fekk hann páfan til að koma í krýninguna sína 2 árum seinna og það var einungis til þess að niðurlægja hann. Þetta, típist Napoleon. Já, sem sagt, vanalega var það páfinn nefnilega sem krýndi kónga og keisara. Í Napoleon ákvað að krýna sjálfan sig og einmitt er það mjög þekkt. Já. Og þetta er ástæðan, sko. Já, þetta er eitt uppáhalds málverkið mitt. Já, geggja eftir hann Davíð, einmitt magna og það einmitt ástæðan fyrir þessu, eitthvað sem ég vissi ekki áður en ég byrjaði að kynna mér þetta, er einmitt út af þessu sambandinu hans við páfadæmi. Já, páfadæmi. Það einmitt finnst mér svo magna, sko. Ég held alltaf að þetta væri bara eitthvað ego. Já, nefnilega, sko. 100% er það mikið út af því, sko. Já. En já, þetta er magnaðið með þetta hafi verið miklu pólitískara heldur maður gerði sig. Já, en Napoleon ætlaði síðan ekkert að sleppa honum frá Frakklandi. En páfinn náði að samfæra hann það að ef hann færi ekki aftur, þá myndi það vera tekið sem uppsögn og að kardinálnir myndi finna annan páfa. Og þá hefði hann í rauninni mist öll þau völd sem hann hefði náð yfir páfadæmi hingað til. Og það er rauninni að byrja aftur á byrjunaröð. Og þú veist einmitt, þar sem að hann og páfinn áttu svona ákveða sérstakt samband og það er ekkert auðvelt að búa það til aftur í rauninni. Nei. Páfinn fekk að fara aftur í Vatíkanið, en Napoleon var mun harðari við hann. Til dæmis, þá var hann ekki sáttu við páfinn var hlutlaus í garð Englands þegar Frakkland fór í stríða og Napoleon sendi honum harðorðað bréf sem sagði: Yðar heilalegi
keisareiki er kóngur Rómaborgar en ég er keisarinn. Mínir óvinir verða að vera þínir. Svo típist hann. Svo allt og típist. En ég skil ekki páfann, bara, þú veist, England er ekki í kaþólsku kirkjunni. Nei. Mér skilja hann alveg vel að vera bara, þetta er ekki okkar. Nei, það kom þeim ekkert við þetta stríð. Nei, Hvað átti hann að gera? Það var engin kaþólsk kirkja eftir á þessum tíma. Nei. Það er ekki fyrir löngu seinna þar sem það kemur, sko. Það er ekki 1900 eitthvað sem kaþólsk kirkja kemur aftur til Englands. Það er einhver handfylli held ég, sko. Ég man það ekki, en það er náttúrulega ennþá samt. Enska kirkjan er aðalkirkjan, sko. Það er aðalkirkjan. En ég held núna bara alveg eins og já, ég veit að það eru til moskur og svona. Já, en ég er að tala að því að þau brutu sambandið og þá skilji páfann að vera bara ég held nefnilega líka út af sko írun, það er svo mikið af írum hana í Englandi og það sé út af þeim að sé einhverja kaþólska kirkju. Já. En já, það er annar mál. 2. febrúar 1808, ég mun telja upp nokkrar dagstendingar. Okay. En í rauninni einu sem þú þarfst að vita er að það gerast hlutir í röð. Að það gerast hlutir? Já, í tímaröð. Og þetta er bara meira fyrir nördarna, sko. Fyrir nördarlana, sko. En já, 2. febrúar 1808 fara hersveiti Napóleons inn í Róm undir leiðsögn Mjoli, sem við hittum áður, og taka yfir mikið svæði frá Vatíkaninu. Án þess að skjóta einni kúlu samt. Það var bara, þeir löbbuðu inn og tóku yfir. Það var engin mótspyrna. Páfinn færi sig þá í Quirinalhöll, það sem atvikið átti sér stað. 27. maí 1809 tekur Napóleon yfir restinni af Róm og hefði Píus ekki pælt í því, þá hefði hann fengið 2 milljónir franka á hverju ári frá Napóleon og bara, þú veist, ef hann hefði ekki sagt neitt við því. Nei. Sem eru 585 milljónir íslenskar króna í dag. Ég myndi ekki slá hendina á móti. Nei. Ég myndi ekki segja nei. Nei, ekki beint, sko. Ég hefði alveg sagt með það, sko. Já, líka Píus var samt alveg, þú veist, þetta er páfinn, sko. Þú veist, hann var ekkert, hann skorst ekkert peninga, sko. Nei, og hann er búin að bíða 80 ára eftir þessu. Já, einmitt. Já, hann var reynda frekar ungur, sko, með við. Já, ég held að hann hafi verið bara 60 eitthvað, sko. Bara? Okay. Já, veist, vanlega eru þau fucking með göngugrindina, sko. En já, Píus burt sér frá því, hann var ekki sáttur með það. Þann 10. júní 1809 lýsi páfinn yfir sem kallar Quam Memorandum, þetta er svona ákveðin yfirlýsing í rauninni, sem bannfærði alla þjófana sem stálu landi heilags Péturs. Já. Hann nefndi samt aldrei Napóleon á nafn. Nei. Þannig að hann teknaði sig var ekki að fara á móti honum, hann var bara að segja þeir sem fóru inn í landið og tóku það. Það var út frá því smá ágreiningur milli fólksins og frakkana sem Napóleon var ekki mjög sáttur með. Ég skil. Og var hann eitthvað tíma sáttur? Hann var aldrei sáttur. Ósáttur maður, þetta er bara yfir höfuð. En já, síðan einmitt gerist atviki, sem sagt að honum er rænt. Og hann er sem sagt haldinn í Savona í Lígúríu sem er rétt hjá Genua sem er mjög stór borg, 7. stærsta borgin á Ítalíu og er þar í 3 ár og á síðan að færa hann 1812 yfir í Fontainebleau höllina. Já, hann var þá alveg að vera haldur í einhverjum höllum. Sko. Já, veist, en hann var einangraður frá mjög mörgum. Já. En á meðan einmitt hann var í Savona þá náði hann samt sem áður að senda skilaboð til Vatíkansins og það er að leiðandi hélt völdum ennþá dækla sér sem páfi. Já. Og var að, þú veist, þrátt fyrir að vera ekki á staðnum. Já, það er ekkert mikið farið út í sko hvernig hann náði því, hann bara náði því. Þú veist, það var einhverja leynilegar að gera pottið múta einhverjum og nú ég er en á þessum 3 árum þá var hann samt sko búin að hrörna þeim sko. Hann var allavega ekki í góðu líkamlegu ástandi. Nei, ég get ímyndað með það. Já, og það er leiðindi að þegar sagt, þeir eru að flytja hana, þeir flytja hana miðanótt, þannig að það er enginn sem er á leiðinni og eru bara á sko fullu. Já. Bara eins og var sagt í textunum breakneck speed. Hann sem sagt út af líkamlega ástandinu sinu þá veikist hann alveg mjög mikið og líka þetta bara á þeim tíma. Já, það að veikjast er bara það var ekkert grín. Nei, það var ekkert grín. Það er með þurft að stoppa í munkaklaustri sem heitir Montceni eða Montceni, ég man ekki alveg
Já. veldur að hvað tungumál er þetta Einmitt. sem hana í Ölpunum, þannig að þetta er svona á landamærunum Já. Sviss, Frakklandi og Ítalíu. Já. Hann er það illa haldinn að það er haldið að hann myndi deyja. Ég bara skil það. Já, og munkarnir voru bara búin að missa trú að hann myndi lifa af og voru búin að, ég fann enga þýðingu á sig, en endilega hlustendur kom með eitthvað. Þeir voru búin að lesa His Last Rites, sem svona basically að, þú veist, bara seinasta bænin fyrir hann. Ég veit ekki hvað þetta kallast og ég googlaði, ég fann ekkert, þú veist, en þeir báðu fyrir hann á dánarbeðunars í rauninni. En sem betur fyrir henni að þá lifði hann þetta af. Já. Og nær að lifa þanga til að Napoleon er gerður útlægur 1814. Já, í fyrsta sinn. Já, á meðan frá 1812 til 1814 þá er Napoleon pínur harður við hann að hann vill skilja við Jósefínu. Páfinn tók það ekki mál, sko. Nei. Nei. Þannig að þau hættu saman, þau skildu ekki, þau voru samt gift, sko, en þau hættu saman. Já. Og já, það var svona í rauninni seinast sem Napoleon beður hann að gera, áður en að hann var gerður útlægur. Og já, þetta er eitt af þeim fáu dæmum, þar sem að ef að hann hefði dáið, vanalegu sagfræðingar ekki í hvað ef pælingum. Nei, svo sannarlega ekki. Nei. Þú getur alveg staðfest það. Þetta er allt bara, þetta gerðist, hefði þetta farið öðruvísi, þá væri ég fjallum með þannig, en ég er ekki að pæla í. Já, eins og bara erfiðasti áfengi sem ég tók í háskólanáminu var heimspeki. Já, það er allt hvað ef. En það var skildu áfengi. Já. Og það var líka bara erfitt að setja í tímum, sko. Já. Að þau voru heimspeki nemar í tímanum líka. Ég skil. Og þau voru öll að spurja og bara endarlausa spurningar og við vorum öll bara, hvað meinið þið? Stopp nú. Nei, þetta gerðist ekki, þannig að hætti að pæli. Já, bara, hvernig þú veist, þú ert bara að reyna að snúa einhverjum orðum. Mér finnst þetta alltaf mjög óþægilegt. Skilur vel. En þetta er eitt af þeim fáu skipti þar sem sagfræðingar hafa pælt í hvað ef. Nefnilega. Út af því að hefðan dáið. Já. Þá er nefnilega líklegt að það hefði orðið slit milli frönsku og ítölsku kirkjana. Út af því að Napoleon hefði þá fengið fullt af frönskum kardinálum. Frönsku og kaþólsku? Já, ekki beint. Nei, okay. Út af því að Napoleon hefði þá viljað setja eitthvað sem páfa. Já. Hann hefði viljað ráða því. Hann hefði viljað taka yfir páfaveldi. Já, og þá er páfadæmi. Talað það að hann hefði þá skipað einhverjum frönskum eða stuðningsmönnum hans í rauninni og talað að þeir hefði hist í Avignon sem er hann í söðrunu og að þeir hefði valið páfa þar. Ítalanir hefðu alls ekki verið sátti með það. Nei, svo sannarlega ekki. Þannig að þeir hefðu gert sitt eigið. Já, ég skil. Eigið val og þá myndi koma annað, ég man ekki hvað þetta heitir á íslensku, en svona Great Schism sem er þegar kaþólsku kirkjunni eða páfa, það voru 2 páfar í gangi. Það hefur nefnilega gerst, sko, að það voru 2 páfar í gangi, einn í Frakklandi og einn í Ítalíu. Gerðist nokkrum árum áður, sko, minnir 15 eitthvað. Þetta er ekki partur af frásunni, ég bara... Nokkrum árum áður? Alveg 100 eitthvað árum. Aðeins meira, erum við í 1800? Já, þú veist, þetta hafa að gerst. 1500? Já, nokkrum árum, skilur við, þú veist. En já, það hefði líklega gerst. Að það hefði orðið svona rof milli kirkjana þarna. Þó svo að Napoleon ræði yfir Ítalíu en þá þessum tíma. Það yrði bara kaos. Já, það hefði orðið rosalega kaos. Og já, út af því að þetta The Great Schism, ég mun örugglega að tala um þetta einhvern tímann. En já, það var líka algjör kaos. Já, þetta sem betur fer í rauninni að þá lifði hann af. Elsku Barnaba. En já, þetta er flutningurinn minn í dag. Flutningurinn minn í dag. Það er ekkert annað. Nei, það var handtekið páfan. Þetta gerist ekki oft, sko. En þetta gerist 2 í röð. Já. Af sama gæjanum í rauninni. Þetta héti það sama. Píus 7. og 7. Báðir handteknir af Frökkum. Mæla ekki með þetta Píus. Nei, ég held að, sko, hann bauð hættinu heim, sko. Það er bara þannig. En já, ég meina, Napoleon var ekkert auðveldur að díla við, myndi ég halda. Nei, svo sannarlega ekki. Nei. Hvað hann ruglaði öllu fyrir Frakkana. En við kannski ferum í það eitthvað. Já, við munum pottet fyrir það. Það er, guð mig góður, byltingin er bara, við þurfum, sko, nokkur ár. Ég er að reyna að fletta ofan að henni, sko. Hún er alltaf svo ótrúleg og ógeðslega flókin.
ég veit. Og við bæði erum búin að lesa okkur mjög mikið til hana en við bara, En maður samt eiginlega bara búin með brotabrót, sko. Nefnilega, sko. Ég ætla búin að lesa heila bók svona, þá var ekki stikla á stóru, sko, það var alveg fara ítalega í mikið af helstu hlutunum. Ég ennþá mjög lost. Já, ég tók heilan áfanga fransku byltinguna. Nei, veist, þetta er meira en að segja. Já, svo sannarlega. En þá er það komið hjá okkur í dag. Já, enn og aftur ef það er eitthvað sem þið vilja að við fjöllum endilega koma með ábendingar. Já, eða þið hafi eitthvað uppbyggilega gagnrýni. Já, endilega, við viljum læra. Já, við erum ekki fullkomin, við vitum það. Svo sannarlega ekki. Og þetta í fyrsta skipti sem bæði erum að gera þetta. Þannig að við viljum endilega eins miklu uppbyggilega gagnrýni og hægt er. Algjörlega. En já, er það ekki þá sem bara núna aðra heim, mögulega opna rauðvín? Jú, ég held að. Halda áfram með Baby Reindeer? Guð, já. Erum við tilbúin andlega í það? Veit það ekki. Þetta er rosalega átakanlegt. En, djöfull er þetta flotti þættir, maður. Þeir eru svo þægilegir. Og maður þolir engan í þessu heila. All karakterinn er algjör fáviti á sama tíma og ég ætla ekki að segja. Já, nei, þetta er það er eina sem ég skal segja. Þetta er mikið. Já, þetta er mikið. En já, þá bara takk kærlega fyrir í dag. Takk fyrir að hlusta. Já, takk fyrir. Og þangað til næst. Bye.